Danfoss að framleiða splunkunýja ofnhitastilla. Ég kíkti inn í Skútuvog og hitti þar Jóhannes Skarphéðinsson og spurði hann að því hvað það nýjasta sem að Danfoss að framleiða? Danfoss að setja á markaðinn nýja línu af ofnhitastillum sem að nefna sameiginlega Living by Danfoss og hönnunarvara og kannski geta þess að þessi vörulína hefur hlotið hönnunarverðlaun og Red Dot sem eru mjög virt hönnunarverðlaun í iðnaði og eru nokkuð þúsund tillögur sem eru sendar inn á hverju ári. Og þessi vörulína samanstendur af ofnhitastillum, annars vegar svona hefðbundnum mekanískum ofnhitastillum sem svo við erum með í dag og svo erum við komnir út í elektróníska lausnir þar sem við erum að beita nýjustu tækni við að stýra umhverfishita í rýmum. Og fyrst má nefna til sögunar Living Eco sem er ofnhitastillir, sjálfstæður ofnhitastillir sem er elektrónískur að fullu leyti. Hann er mjög nákvæm hitastýring er nákvæm hitastýring vegna þess að hann er útbúinn með lítilli tölvu í sér og stjórnar hreyfinguna á lokanum með skrefmótor eða steppermótor sem er mjög nákvæmur og hefur færslu sem er 1/4000 millimetri. Þannig að hann getur stjórnað rennslinnu og opnunum á lokanum á mjög nákvæman hátt. Hann hefur þá eiginleika að hann getur lært, hann lærir á umhverfið. Þegar hann skoðar 7 daga aftur í tímann hvernig honum tekist að halda upp í réttu hitastigi í herberginu og þú einfaldlega bara velur það hitastigi sem þú vilt hafa, stillir á þar gráður 21 eða 22 sem þú vilt hafa í þínu herbergi og hann heldur því nákvæmlega. Í eðli sínu er yfirleitt staðsetning á svona ofnhitastillum ekki góð til þess að mæla hitann í herberginu eða staðsetningin ekki svo besta sem við myndum kjósa. Heldur er þá þar sem við erum út við ofnin ekki á kjörstað í herberginu. Þá hefur við Danfoss þróað ákveðinn hugbúnað í þessum ofnhitastilli sem bætir fyrir staðsetninguna og leiðir til mjög nákvæmnar hitastýringar í herberginu og við höfum sannreynt það með mælingum þar sem við höfum verið að bera saman hitastig á þeim stað þar sem kjörhitinn ætti að vera. Það reynist vera mjög nákvæmt hvað hann hvernig hann stjórnar herberginu. Og það eitt af þeim atriðum að þegar við stillum hitastigið í hitastillunum þá sjáum við bara það hitastig sem við stillum á, ekki það hitastig sem í herberginu því að sá staður sem hann er á er ekki sá rétti til að mæla það. Þessi hitastillir af því að hann er að fullu elektrónískur þá hefur hann í sér klukku sem að gera það verkum að við getum breytt hitastigi yfir mismunandi tímabil dagsins og í honum eru fyrirfram ákveðin prógram 4 sem að við getum valið þar sem að við erum með mismunandi hitastig og mismunandi tímum sólarhringsins. Við erum með eitt prógram til það sem heitir P0 sem er bara sama hitastig allan daginn, allan sólarhringinn ef menn vilja það. Síðan erum við með prógram sem heitir P1 sem er þá lækkað hitastig yfir nóttina og P2 sem er svo lækkað hitastig yfir nóttina og lækkað hitastig á svona hefðbundnum skrifstofutíma, maður segja, yfir daginn. Ástæðan fyrir að við erum að gera þetta er það bæði til að spara því lægra hitastig sem þú hefur í bílnum þínum því minni orku notar til upphitunar og með því að lækka hitann þegar þú þarft ekki á honum að halda þegar þú ert í burtu og það er til dæmis eitt prógrami í viðbót sem er svona fjarverustilling sem að gera það verkum að þú getur stillt lágt hitastig þann tíma sem þú ert í burtu til þessu sumarleyfi í lengri tíma og það ákveður bara hvenær þú ferð og stillir það inn, getur gert það með löngum fyrirvara og síðan hvenær þú kemur tilbaka og þegar þú kemur tilbaka þá er ofnhitastillirinn komið með það hitastig sem að þú óskar dagsdaglega.
Byrjaðu uppsetningu á Living Echo með því að koma rafhlöðunum fyrir. Fyrst rafhlöðulokið tekið af og 2 rafhlöðum komið fyrir. Gæti þess að þær snúi rétt. Þegar rafhlöðurnar eru komnar í, blikkar klukkan á skjánum. Stilltu klukkustundina með því að ýta á örvanhnappinn og staðfestu með því að ýta á miðhnappinn. Stilltu síðan mínúturnar með örvanhnappnum og staðfestu með miðhnappnum. Stilltu dagsetninguna með örvanhnappunum og staðfestu með miðhnappnum. Þegar tikkmerkið blikkar á skjánum ýtt á miðhnappinn til að vista tímasetninguna. Stórt M verður að blikka á skjánum áður en hitastillinum komið fyrir. Byrjaðu á því að fjarlægja gamla ofnhitastillinn. Það fer eftir því hverrar gerðar gamli hitastillirinn hvort honum snúið af eða hvort nota þarf venjuleg verkfæri. Nú getur þú komið Living Echo hitastillinum fyrir. Mismunandi tengistykki fylgja Living Echo frá Danfoss til að nota á mismunandi ofnloka. Þetta RA-tegundin frá Danfoss. Settu RA-tengistykkið á lokan. Festu það með því að nota 6-kant lykilinn sem fylgir með. Skrúaðu nýja ofnhitastillinn á tengistykkið og hertu lauslega. Stóra M-ið blikkar á skjánum. Ýttu á miðhnappinn í það bil 3 sekúndur til þess að komast í uppsetningarvalmyndina. Lítið M blikkar á skjánum. Ýttu á miðhnappinn aftur og hitastillirinn festir sig sjálfur. Endurtaktu þetta ef þú setur upp fleiri ofnhitastilla. Í upphafi eru hitastillarnir stiltir á sparnaðarkerfið P1 sem lækkar hitastigið niður í 17 gráður á nóttunni alla vikuna. Þú getur líka valið meiri sparnað á kerfi P2 en það lækkar hitastigið á 17 gráður á nóttunni og einnig á vinnutíma á virkum dögum. Ýttu á miðhnappinn til þess að opna valmyndina og örvanhnappana til þess að fara á milli kerfa. Ýttu á miðhnappinn aftur til þess að velja kerfið sem á að nota. Þegar tikkmerkið blikkar ýtt á miðhnappinn til þess að vista stillinguna. Nú ertu búin að setja upp nýja Living Echo ofnhitastillinn og þú þegar farin að minnka orkukostnaðinn. Það auðvelt að stilla kjörhitastigið með því að ýta á örvanhnappana. Forvalið hitastig 21 gráða. Living Echo getur sparað 23% orku miðað við hefðbundna ofnhitastilla og aukið þægindin á heimilinu. Þegar þú byrjar að nota hitastillinn hann forstilltur á sparnaðarkerfi P1. Þú getur valið það kerfi sem hentar fjölskyldu þinni best. P0 sem stöðugur hiti 21 gráða á Celsius allan sólarhringinn. P1 1 sparnaðartímabil við 17 gráður á Celsius allar nætur frá klukkan 23:30 til klukkan 6 að morgni. P2 sem hefur 2 sparnaðartímabil við 17 gráður frá klukkan 23:30 að kvöldi til klukkan 6 að morgni og annað frá klukkan 8 að morgni til klukkan 16 alla virka daga. Sparnaðarkerfin eru breytanleg þannig að þú getur sett inn þínar eigin stillingar. Í þessu dæmi ætlum við að breyta næturstillingunni þannig að hún gildir frá klukkan 23 að kvöldi til klukkan 8 að morgni. Ýttu stutt á miðhnappinn til þess að opna valmyndina. Veldu P1 með miðhnappnum. Þú getur breytt sparnaðartímabilinu fyrir helgarnar, virkudagana eða einstaka daga. Notaðu örvanhnappana til þess að velja tímabilið sem á að breyta og ýttu á miðhnappinn til að staðfesta valið. Þú notar örvanhnappana til þess að stilla 24 tíma vísununa. Notaðu örvanhnappana til þess að fara á milli upphafs- og lokatíma. Þegar tímavísunin blikkar rólega hægt að velja hana með miðhnappnum. Þegar tímavísunin hefur verið valin blikkar hún hraðar og sýnir þar með að hægt að breyta henni. Settu nýja tíman inn með örvanhnappanum. Þegar réttur tími kominn hann staðfestur með miðhnappnum. Hitastigið blikkar núna. Stilltu það með örvanhnappanum og staðfestu með miðhnappnum.
Tikkmerkið blikkar núna og þú ýtir á miðhnappinn til þess að vista stillinguna. Notaðu örvahnappana til þess að finna helgarstillinguna aftur og ýttu á miðhnappinn til þess að velja hana. Notaðu örvahnappinn til þess að velja upphaf tímabilsins. Þegar tímavísunin blikkar rólega er hægt að velja hana. Veldu upphafstíman með því að ýta á miðhnappinn. Þá blikkar tímavísunin hraðar og það er hægt að breyta henni. Settu nýjan tíma inn með því að nota örvahnappana. Þegar réttur tími er kominn er hann staðfestur með því að ýta á miðhnappinn. Hitastigið blikkar núna og þú getur stillt það með því að nota örvahnappana og staðfestir með miðhnappnum. Tikkmerkið blikkar aftur og þú vistar nýja sparnaðartímabilið með því að ýta á miðhnappinn. Núna ert þú búin að breyta næturstillingunni helgar. Fjarverustillingin gerir þér kleift að spara orku með því að lækka hitastig meðan þú ert að heiman í einhverja daga. Ýttu stutt á miðhnappinn til að opna valmyndina. Farðu á milli kerfa með því að ýta á örvahnappana og veldu ferðatöskuna með því að ýta á miðhnappinn. Stilltu brottfarardag og mánuð með örvahnappunum. Staðfestu með miðhnappnum. Heimkomutíminn er stilltur á sama hátt. Þú getur breytt hitastiginu með örvahnappunum. Forvalið hitastig er 17 gráður. Staðfestu valið með því að ýta á miðhnappinn. Nú blikkar tikkmerkið og þú vistar fjarverutímabilið með því að ýta á miðhnappinn. Þú sér mynd af ferðatösku á skjánum. Fjarverukerfið mun lækka hitastigið meðan þú ert í burtu og hitar upp húsið aftur áður en þú kemur heim. Ein af þeim nýjungum sem að koma með þessum hitastilli er sem sagt virkni sem við köllum lokaliðkun og margir kannski þekkja það að lokar vilja festast í hitakerfum og það er svona talað vandamál og kemur vissulega mikið fyrir. En þessi hitastillir, hann sem sagt hefur þann eiginleika að geta hreyft loka húsið eða loka pinnan sem að opnar og lokar fyrir rennslið reglulega þó svo að engin virkni sé í gangi, engin upphitun sé þörf. Þannig að við getum sem sagt tryggt að allt sé liður þó svo að engin upphitun sé í gangi yfir til þann sumartíma. Þá opnar hann og lokar hann einu sinni í viku til þess að tryggja það að allt fungeri vel. Og það er auðvitað vegna þess að hann hefur þessa tímaáætlun í sig sem að gera það verkum að þetta er mögulegt.